Ég bið ykkur að bjóða Katrínu Jakobsdóttur velkomna á svið. Kæru vinir, það snertir hjartaði mér að sjá ykkur all hér í dag og frábær stemming hér á Austurvelli. Ég bendi nú áfram Íslandi á það að þegar þau báðu mig að tala á þessum fundi að ég væri líklega eina manneskjan á svæðinu sem hefði einu sinni sagt já við að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Það gerði ég á Alþingi Íslendinga árið 2009 eftir efnahagshrun þar sem lá við þjóðargjaldþroti og Ísland var í gríðarlega erfiðri stöðu. Og þetta var eitt sá möguleiki sem mér fannst vera skylda mín að kanna fyrir íslensku þjóðina. Þegar Alþingi, haltu áfram sagði hann, þegar Alþingi tók sína ákvörðun, þá lá alveg skýrt fyrir hvað ESB var. Það datt engum í hug að það þyrfti að fara í viðræður til að kynna sér hvað Evrópusambandi snerist. Þá, rétt eins og nú, lá það alveg skýrt fyrir. Ég fylgdist svo með þeim umræðum, sá hvernig hvorki gekk né rak í umræðum sjávarútveg og landbúnað. Ég komst að þeirri sömu niðurstöðu þá og meiri hluti íslenskra bænda hefur gert nú að aðild myndi að öllum líkindum hafa afar neikvæð áhrif á íslenskan landbúnað á Íslandi, eyju, norður í Atlantshafi, sem ætti miklu heldur að vera að byggja upp sína matvælaframleiðslu í þágu matvælaöryggis og fæðuöryggis. Og þegar við tölum öryggismál og Evrópusambandið, þá gleymist þetta. Við lifum nefnilega á viðsjárverðum tímum og við þurfum að verja íslenskan landbúnað. Ég horfði líka á ríki Evrópusambandsins eftir efnahagshrun sem fengu efnahagslegan stuðning sambandsins en voru á sama tíma þvinguð til að beita mun meiri niðurskurði en við Íslendingar gerðum eftir hrun og sölu opinberra eigna, oft mikilvægra eigna á borð við samgöngumannvirkja og orkuinnviða. Það hugnaðist mér ekki en minnti mig á þau öfl sem ráða svo miklu innan Evrópusambandsins og eru þar valdamikil. Ég sannfærðist það í þessu ferli að það væri ekkert mikilvægara en að við hefum fullt forræði á okkar málum og við gætum gripið til þeirra ráða sem hentuðu okkur til að vinna okkur út úr hruninu í stað þess að fara á hnjánum til Brussel til að biðja leyfi. Ég sannfærðist líka mikilvægi þess að eiga sterka, öfluga og sjálfstæða verkalýðshreyfingu sem berst fyrir atvinnu og kjörum landsmanna og ég er mjög stolt af því að sjá verkalýðshreyfinguna hvernig hún hefur minnt á sig rækilega í þessari baráttu sem nú stendur yfir. Ég sannfærðist að það væri best að Ísland stæði áfram utan Evrópusambandsins og því lengur sem ég hef fylgst með sambandinu, öll þessi ár sem liðin eru síðan og því meiri þátt sem ég hef tekið í alþjóðasamstarfi, því styrkari hefur þessi samfæring orðið. Og þar tala tölunar sínu máli. Þegar við berum saman lífskjör innan OECD-ríkjana Ísland iðulega þar á meðal efstu ríkja. Og þar tekið tillit til allra þeirra ólíku þátta sem saman skapa lífskjör okkar. Hvernig sem við snúum þessum teningi, hvernig sem við reiknum þetta dæmi, þá býr Ísland við mikla farsæld og henni höfum við náð með okkar eigin leiðum. Kæru vinir, atkvæðagreiðslan sem fer fram núna á laugardaginn snýst það að svara einfaldri spurningu. Viljum við fara í aðildarviðræður eða ekki? Það kjarni málsins. Viljum við sækjum aðild að ESB, já eða nei? Það engin þjóð sem fer í aðildarviðræður nema af því að hún vill ganga
inn í sambandið. Það að hefja slíkar viðræður risastór pólitísk ákvörðun og ég myndi því telja að þau sem vilja fara í slíkar viðræður þyrftu að rökstyðja það vandlega. Ég hefði talið að það þyrftu að liggja fyrir skýr samningsmarkmið eins og var raunar gert á vettvangi Alþingis þegar sótt var árið 2009. En hvar eru þau í dag? Ég hefði talið að það þyrftu að liggja fyrir skýrar fyrirætlanir það hvernig eigi að breyta stjórnarskrá. Slíkar fyrirætlanir voru á dagskrá 2009. Og ég hefði talið, þar sem ég horfi nú á minn gamla góða stað, Alþingi Íslendinga, að það þyrfti að hafa skýran og afgerandi þingmeirihluta fyrir slíkri ákvörðun. Ekkert af þessu liggur fyrir nú. Það talað með óljósum hætti samningsmarkmið, það talað mögulegan ávinning, en þó hann fugl í skógi. Lægri vextir, lægri verðbólga, lægra matarverð. Staðreyndin sú að Evrópusambandsaðild færir okkur þetta ekki sjálfkrafa. Öll þessi viðfangsefni þarf að leysa hér heima á Íslandi. Atkvæðagreiðslan á laugardaginn ekki vexti, hún ekki verðbólgu, hún ekki gjaldmiðil, hún það hvort við viljum verða aðildarríki Evrópusambandsins. Og þeirri spurningu þurfum við að svara. Sumarið hefur sýnt okkur að landsmenn skiptast í tvær nokkurn veginn jafn stórar fylkingar. Og það hafa mörg stór orð fallið frá fólki innan beggja fylkinga. Við skulum vera alveg heiðarleg með það. Við heyrum að neyið, sem örugglega meirihluti þeirra sem hér eru samankomnir, það eru auðvaldssinnar, afturhald og auðkýfingar. Og jáið eru landráðamenn, svíkarar og auðkýfingar. Greinilega mjög margir auðkýfingar hérna á ferð. Augljóslega þegar við horfum á tölunar á hvorugt við þessa tvo helminga þjóðarinnar í heild sinni. Innan beggja fylkinga hefur fólk ólík sjónarmið og við höfum ekki að gera lítið úr þeim. Hins vegar hefur umræðan sýnt svo greinilega að það ekki breið samstaða aðild. Og minnumst þess að stærstu sigrar okkar Íslendinga hafa komið þegar við ákveðum að standa saman og vinna að verðugu markmiði. Samstaða þjóðarinnar hefur verið ávísun á árangur. Sú samstaða ekki til staðar í þessu máli, nánast sama hvernig atkvæðagreiðslan á laugardaginn fer. Það verður mjótt á munum. Ég hef engin þau rök séð þetta sumar sem hafa sannfært mig að ábatinn af aðild verði slíkur að hann réttlæti það framsalvalds sem aðild hefur í för með sér. Allt tal verð á kaffibollum í Búdapest hjákátlegt þegar horft til þess að hér að ræða risastóra breytingu á stjórnskipan landsins og það deilir enginn það. Möguleg Evrópusambandsaðild kallar á stjórnarskrárbreytingu. Það vegna þess að ákvarðanavaldið færist fjær. Færist fjær þessu húsi, færist fjær Íslandi, það færist í hendur annara og að mannamáli þýðir það að það verða teknar stórar ákvarðanir sem mun hafa mikil áhrif á daglegt líf okkar, ákvarðanir sem við munum hafa lítið sem ekkert að segja. Ég trúi því að einstaklingum og þjóðum farnist best þegar þau ráða sjálf örlögum sínum. Ég sannfærð að eftir því sem þjóðir eru fámennari, skipti forráð á eigin málum jafnvel enn meira máli. Ég svo sannarlega ekki á móti alþjóðlegu samstarfi. Ég hef tekið mikinn þátt í alþjóðlegu samstarfi bæði sem stjórnmálamaður og síðar og það mikilvægt. En samstarf sem felur í sér umfangsmikið framsal valdheimilda og Evrópusambandsaðild ekki rétta leiðin fyrir Ísland. Kæru vinir, ég mun segja nei í atkvæðagreiðslun á laugardaginn, ég mun segja nei og aftur nei. Það ekki vegna þess að ég sé aðdáandi Nigel Farage. Það ekki vegna þess að ég sé á móti alþjóðlegu samstarfi. Það ekki vegna þess að ég hef verið á móti litasjónvarpi.
Ekki vegna þess að ég sé of ung til að skilja þetta og heldur ekki vegna þess að ég sé of gömul til að skilja þetta. Það er ekki vegna þess að ég er kona á breytingaskeiði og skilji þess vegna ekki neitt. Það er ekki vegna þess að ég er fyrrverandi stjórnmálamaður, ekki vegna þess að ég láti stjórnast af ótta og þurfi bara að setja kassan út og koma sterk inn á í seinni hálfleik. Og ég er bara að taka örf á komment af samfélagsmiðlum þá hópa sem helst eiga ekki að tjá sig þessi mál. Nei, ég segi nei, vegna þess að ég er vinnandi manneskja, ég er virkur borgari, ég er móðir 3 barna og ég hef þá einlægu sannfæringu að Íslandi sé best borgið utan Evrópusambandsins en í nánu samstarfi við Evrópusambandið sem og aðrar þjóðir. Vegna þess að ég trúi því að sjálfstæð og sterk rödd Íslands skipti máli á alþjóðavettvangi. Vegna þess einmitt að ég óttast ekki framtíðina. Þvert á móti veit ég að við eigum óteljandi tækifæri og getum nýtt þau öll ef við svo kjósum. Vegna þess að ákvörðunarvaldið, valdið til að ráða sínum málum sjálf, er fjöregg fámennrar þjóðar og getur skipt sköpum fyrir velferð landsmanna. Vegna þess að ég elska þetta land og ég elska þessa þjóð. Og við getum svo sannarlega lært af sögunni og allri þeirri framþróun sem sjálfstæðið færði okkur á sínum tíma og hefur gert það að verkum hversu gott er að búa hér. Lærum af sögunni, lærum af reynslunni og fylgjum hjartanu. Áfram Ísland!